Héraðssaksóknari hefur hafið rannsókn á atviki sem varð í Reykjanesbæ þegar maður brenndist illa eftir afskipti lögreglu. Brunaáverkar mannsins voru það alvarlegir að hann var fluttur á spítala í Noregi. Síðara umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið hófst síðdegis þegar Alþingi kom saman á ný eftir hlé. Sótt var að forsætisráðherra eftir aðra stýrivaxtahækkun Seðlabankans í röð. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fundaði með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks í dag. Hún segir ótímabært að segja til samsetningu meirihluta en þó liggi ljóst fyrir að hún verði næsti borgarstjóri. Erindreki forseta Bandaríkjanna í málefnum Grænlands dvaldi þar í 3 daga til að afla vina og tengsla. Hann reyndist hvorki aufúsu gestur hjá stjórnvöldum né almenningi. Veðrið hefur leikið í íbúa á suðvesturhorni landsins í dag og ljóst að margir hefðu beðið spenntir eftir að komast út að leika í sumarblíð. Fá smá lit í kroppinu, skal ég meina. Fá sixpacki poppandi. Ekki, ha? Komiði sæl. Maðurinn sem brenndist illa eftir lögregluaðgerð í Reykjanesbæ í fyrradag hefur verið fluttur með sjúkraflugi til Noregs. Rafvopni var beitt í aðgerðum lögreglu og héraðssaksóknari hefur hafið rannsókn á atvikinu. Eins og greint var frá í fréttum í gær var maðurinn fluttur á spítala með alvarleg brunasárum allan líkamann á mánudag. Atvikið varð í kirkjugarðinum í Keflavík. Maðurinn sem var í miklu ójafnvægi hafði hellt yfir sig eldfimum vökva og það kviknaði í honum eftir að lögregla beitti rafbyssu á hann. Lögregla telur hann hafa borið að sér eld en getur ekki útilokað að vopnið hafi valdið í kveikjunni. Þá skipaði lögregla manni sem tók atvikið upp á síma sinn að eyða myndefninu. Hann segir við fréttastofu að hann hafi talið manninn vera í öruggri fjarlægð frá lögreglumönnunum þegar rafbyssunni var beitt. Brunaáverkar mannsins voru það alvarlegir að hann hefur verið fluttur á spítala í Noregi þar sem sérhæfing er meiri. Héraðssaksóknari hefur tekið atvikið til rannsóknar sem og nefndum eftirlit með lögreglu. Lögregla hefur afhent gögn úr búkmyndavélum og rafbyssunni. Margrét Kristín Pálsdóttir, settur lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir að lögreglumennirnir sem voru á vettvangi og sá sem beitti vopninu verði ekki sendir í leyfi á meðan atvikið er rannsakað. Amnesty á Íslandi hefur gagnrýnt að lögregla hér beri rafbyssur. Það sem við erum sérstaklega að horfa til er annars vegar að þetta eru vopn sem geta valdið dauða og langvarandi miska en einnig er mikil hætta á því að þeim sé misbeitt og notaðir í aðstæðum þar sem að önnur úrræði væri hægt að nota. Aðeins lögreglumenn sem hafa lokið námskeiði mega nota slík vopn. Ekkert er minnst á notkun rafbyssa í nálægð við eldfim efni í reglum vopnanotkun lögreglu, þrátt fyrir að þær geti valdið í kveikju. Framleiðandi byssana var sérstaklega í leiðbeiningum við notkun þeirra nálægt eldfimum efnum. Í reglum vopnanotkun lögreglu segir að heimilt sé að nota rafvarnarvopn þegar talið er að úðavopnið að kylfa muni ekki nægja til að yfirbuga aðila. Einnig ef talið er að notkun þess geti afstýrt frekari hættu fyrir hann sjálfan eða aðra, svo sem þar sem hægt er að halda meiri fjarlægð. Notkunin verði alltaf að vera nauðsynleg og réttlætanleg. Þá má ekki nota það gegn þeim sem er í áberandi slæmu líkamlegu ástandi eða augljóslega þunguðum konum. Ríkislögreglustjóri setur nánari verklagsreglur. Fréttastofa óskaði eftir þeim í dag en þær bárust ekki fyrir fréttir. Anna segir að bíða þurfi niðurstöðu rannsóknar á atvikinu en það sem fram hafi komið veki upp spurningar. Auðvitað hefur maður áhyggjur af því að þarna hafi rafbyssunni verið beitt gagnvart manni sem var möguleg í geðrofi og var með eldfiman vökva á sér. Og þetta veldur auðvitað áhyggjum hvort að lögreglan hafi þarna gengið kannski aðeins svo langt. Hún segir að hafa þurfi í huga að heilsufarsástand fólks liggi ekki alltaf augljóslega fyrir. Kannski er ekki alltaf hægt að greina í hvers konar andlegu ástandi viðkomandi er eða líkamlega ástandi og þjálfunin sem lögreglan fær eru 2 dagar í notkun rafbyssa og það er spurning hvort að þetta geti talist næg þjálfun til þess að geta greint allar þessar mismunandi aðstæður þar sem að lögreglan fer inn í og hreinlega hvort að þröskuldurinn sé nógu hár.
Alþingi kom saman að 9 síðdegis eftir hlé vegna sveitarstjórnarkosninga og fyrsta mál á dagskrá var fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Magnús Geir Eyjólfsson, hvernig fer þessi umræða af stað? Hún fer rólega af stað, enda hófst hún ekki fyrir seint á 5. tímanum. Það var svo gert klukkutíma hlé á þingfundi milli 5 og 6 á meðan það var verið að afhjúpa málverk af Unni Brá Konráðsdóttur fyrir forseta Alþingis. Þannig að það má segja að þessi umræða sé ennþá í hjólförunum. En stóra spurningin er kannski hversu langan tíma þessi umræða mun taka. Því að þjóðaratkvæðagreiðslan á að fara fram 29. ágúst og ef það á að gerast þá þarf að samþykkja þetta mál í síðasta lagi á miðvikudaginn í næstu viku. En hérna hjá mér eru menn sem kannski geta gefið okkur betri en það sem framöndan er. Já, Ólafur, hvað ætlar þú að þessi umræða standi lengi? Já, það er nú kannski erfitt að svara því akkurat í augnablikinu. Það er munu örugglega standi í einhvern tíma. Það er margt sem þarf að ræða og strax í raunni upp að þessari umræðan þá koma fram manns athyglisverðir hlutir. Meðal annars frá formanni utanríkismálanefndar, þar sem hann tilgreinir að sameiginlega sjávarútvegsstefnan verði okkar hlutskipti og hann nefnir einnig að hann vil ganga til óskilyrtra samningsviðræðna við Evrópusambandið. Og ég túlka það þannig að hann ætla að hafa opinn tékka þegar hann mætir þar. Sigmar, hvenær myndu þið vilja greiða þetta mál? Já, sko, við berum virðingu fyrir því að þetta er kannski umræðuþungt mál. Síðast þegar þingi var að takast á við spurningun árið 2009 og þá var náttúrulega verið að tala um að fara í viðræður. Þetta er auðvitað ekki stórt skref, þetta er spurningum að fara í þjóðaratkvæði og leyfa þjóðina að ráða. Ég myndi halda við ættum alveg að geta klárað þetta á 2-3 dögum, en það eru auðvitað Ólafur og þeir sem að stýra svolítið ferðinni í því, en ég vil nú að segja að mér finnst nú svona svolítið djörf oftúlkun í orðum Ólafs á því sem að Pavel var að segja í dag og þetta er kannski svolítið það sem er vandamálið. Við erum svolítið föst í hjólförum og þess vegna finnst okkur sniðugt að þjóðin segi sína skoðun það hvert hún vilji að íslensk stjórnvöld stefni í þessu. Ég hugsa að við fáum ekki botn í efnislegar viðræður á þessum tíma en þakka ykkur fyrir drengir. En þetta mál verður rætt hérna langt fram á kvöld og næstu daga ef marka má orð þessara mætumanna. Takk fyrir þetta, Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi. Og meiri pólitík Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, segir alls konar mynstur í skoðun við myndun meirihluta í borginni. Hildur boðaði oddvita Miðflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins á fund í dag. Það virtist fara vel á með oddvitum flokkana 4 að loknum 2 tíma hádegisfundi. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, segir samtalið hafa verið gott. Þetta eru þeir flokkar sem ég hef lýst yfir að sjá fyrir mig samstarf með. Þetta eru svona borgaralegu öflin í Reykjavík og mér fannst eðlilegt að við settumst niður saman og ættum þetta samtal framtíð borgarinnar og okkar samstarf hvort sem það væri í meirihluta eða minnihluta því að við horfum mörg í sömu áttina í ýmsum málum. Hinir oddvitarnir báðust undan viðtali þegar eftir því var leitað. Er ekki bara best að Hildur mæli fyrir meðjónum og við lefum henni að eiga orðið? Hildur segir sameiginlega fleti flokkana marga. Engin niðurstaða sé þá í hendi og því ótímabært að segja til hvernig meirihlutin verði samsettur. Það eru bara alls konar mynstur í skoðun. Þar á meðal 3. kosturinn, meirihluta-samstarf með Miðflokki og Framsókn. Björn Ingi Hrafnsson, aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, formanns Miðflokksins, sagði í viðtali á Bylgjunni í gær að sjálfstæðismenn væru sumir hverjir litlir í sér og hræddir við vókið. Slíkt geti komið í veg fyrir 2 flokka meirihluta Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Hildur segir sjálfstæðismenn fulla sjálfstrausts að loknum kosningum en vildi að öðru leyti lítið tjá sig hvort ummælin minnkuðu líkur á samstarfi við Miðflokkinn. Það skiptir auðvitað máli í meirihluta samstarfi að það sé traust og gagnkvæm virðing og menn þurfa bara að hafa það í huga. Hver er svona næstu skref núna? Nú bara meldi ég aðeins niðurstöður þessa fundar og samtalið sem ég átti sem var gott og með næstu skrefi framhaldi á því. En það stendur enn að þú ætlar að vera komið með nýjan meirihluta þarna í byrjun júní? Það er stefnan, sannarlega, en við ætlum að vanda til verka og við ætlum ekki að ana að neinu og ef við þurfum meiri tíma þá gefum við okkur hann. Er gengið út frá því þá bara þessu fundi sem þú verið átt að þú settist í stól borgarstjóra? Það held ég líki nokkuð ljóst fyrir og það er auðvitað eðlilegt að stærsti flokkurinn leiði nýjan meirihluta og hann sé með skýrt og sterkt umboð þannig að það hefur ekki verið gengið út frá öðru. Og myndun meirihluta í öðrum landshlutum er mislangt á veg komin.
Meirihlutasamkomulag Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og L-listans á Akureyri í höfn og verður málefnasamningur kynntur á morgun. Ásthildur Sturludóttir greindi frá því í dag að hún hætti sem bæjarstjóri og Vikublaðið á Akureyri fullyrðir að Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, taki við starfinu. Í Hafnarfirði hafa Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn hafið formlegar viðræður áframhaldandi meirihlutasamstarf. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti í dag 0,25% og standaði nú í 7,75%. Horfur í efnahagslífi hafa versnað og Seðlabankinn hefur nú gefið út spá sem mun verri en fyrir spá bankans. Hún gerir líka ráð fyrir meiri verðbólgu en flestir aðrir greiningaraðilar. Hér sjáum við mynd sem sýnir verðbólgu þróun frá því fyrir heimsfaraldur. Rauða línan hérna neðst sýnir verðbólgu markmiði sem 2,5%. Verðbólgan jókst mikið á COVID-tímanum og náði 10% árið 2023, en þá tók hún að hjaðna nokkuð örugglega, allt þangað til mitt ár 2025. Þá syrti álinn og síðan þá hefur hún aukist nokkuð skart, sérstaklega frá síðustu áramótum. Við stöndum hérna núna og hér fyrir aftan sjáum við spána framhaldið. Og það sem athyglisvert við þessa mynd að brotnalínan hérna sýnir fyrri spá Seðlabankans, en svo heila sýnir þá spá sem bankinn birti í morgun. Sum sé að talsvert meiri verðbólgu nú spáð. En standa þó vonir til að ná verðbólgumarkmiðinu seinni hluta næsta árs. Alþjóðlegar hagvaxtarhorfur hafa versnað síðustu mánuði. Lokun Hormússunds hefur haft veruleg áhrif á allt heimshagkerfið og hagvöxtur hér heima hefur minnkað. Það hefur dregið úr eftirspurn og merkja má samdrátt í ferðaþjónustunni. Atvinnuleysi eykst. Þetta ekki gæfulegt? Nei, það eru verri horfur heldur en hafi verið. En það samt margt jákvætt sem leggist með okkur, eins og bara hækkun á álverði, hækkun á fiskverði og það loðna sem þegar komin og sólmyrkvi. Þannig við erum að sjá útflutning vaxa á þessu ári. En horfur í hagkerfinu eru heldur dapræri. Þú hefur vist tæki hér og umboð, en svo eru stjórnvöld. Eru þau að hafa sínum málum rétt? Já, þau náttúrulega eru að reyna að beita ríkisfjármálastefnu, þau með ríkisfjármálaáætlun sem við erum okkur finnst jákvætt, síðan náttúrulega leggja þau fram fjárlög í haust. Ásgeir brýnir mikilvægi þess að stjórnvöld og verkalýðsfélögin leggist á eitt við að hemja verðbólguna. Margt bendi til að forsendu ákvæði kjarasamninga bresti í haust. En ég bara minna það að þegar þessi kjarasamningar voru gerðir upphaflega, þá var markmið þeirra stöðugleiki og lækkun vaxta og lækkun verðbólgu og ég trúi því að aðallega vinnumarkaðarnir séu ekki búin að gleyma þessi markmið. Hann bendir á að nú séu hvergi í Evrópu hærri laun en hér á Íslandi. Og við höfum séð á síðustu árum eiginlega algjörlega fordæmalausa aukningu kaupmáttar í landinu, þrátt fyrir verðbólgu. Þannig að lífskjör hér eru mjög góð og hafa bara vaxið alveg töluvert. Nú er bara spurning það hvort að við getum gætt hófs, kannski reynir á þjóðinni núna. Nú sé við að etja sambland verðbólgu og samdráttar, nokkurs konar ógeðstrykk sem seðlabankar eigi alltaf erfitt með. Bara ef við getum aðeins náð að ýta sérhagsmunum til hliðar fyrir heildarhagsmuni. Þetta eins og bara náttúrulega erfitt verkefni og það náttúrulega engar patentlausnir. Og stýrivaxtahækkunin kom til tals á Alþingi í dag þar sem formenn stjórnarandstöðuflokkana gagnrýndu forsætisráðherra. Heilt ár hefur tapast, heilt ár án árangurs, heilt ár þar sem að heimilin hafa greitt reikningin fyrir stefnuleysi ríkisstjórnarinnar. Ætlar hæstv. Ráðherra og ríkisstjórnin bara að halla sér aftur hvað varðar stóra verkefnið? Fram undir lok ágúst. Við erum nýbúin, hv. þingmaður. Ég veit ekki hvort hv. þingmaður man eftir því, en við erum nýbúin að afgreiða það hér út úr þinginu og það birtist á dælunni. Mögulega er hv. þingmaður ekki búið að taka bensín nýlega. Velkomin Finnbjörn Hermannsson. Hvernig líst ykkur hjá ASÍ á þessa hækkun? Okkur líst ekki vel á hana. Við horfum til þess að það vaxandi atvinnuleysi, það minnkandi hagvöxtur, það umsvif á fasteignamarkaði, kortavelta hefur verið að minnka. Og allt þetta saman að lenda á fjölskyldum heimilanna og stýrivaxtahækkun ekki til þess að laga þessa þætti. Nú verður líklegra að forsendur kjarasamninga bresti í haust, en væri ábyrgt af aðilum vinnumarkaðarins að segja þeim upp núna þegar ástandið eins og þú ert að lýsa og eins og það
Við tökum alltaf ábyrga afstöðu þegar við þurfum að taka afstöðu og við skoðum heildarhagsmuni heimilana þegar við tökum afstöðu og við munum gera það í haust þegar kemur að þessu og þá skiptir verulega miklu máli hvað gerist fram að þeim tíma. Í dag var kynntur stýrihópur með fulltrúum stjórnvalda, ykkar og samtaka atvinnulífsins sem svona viðbragð við þessu. Hverju á þessi hópur að skila? Við byrjum á því að skoða hvað hefur gerst frá 2024. Okkur var lofað því að það yrði mjög hóflegar hækkanir bæði hjá ríki, sveitarfélögum, fyrirtækjum. Við skoðum og förum yfir það hvað það hefur gert. Okkur var lofað mikilli uppbyggingu á húsnæði sem hefur verið náttúrulega akkerisahæll hjá okkur í langan tíma. Við munum fara væntanlega yfir það. Við munum skoða þessa sjálfvirkni sem komin að það eru allir farnir að tengja við vísitölu og hækka bara sjálfvirt. Getum við stoppað það eitthvað? Við munum skoða húsaleigumarkaðinn líka, hvort að sú sjálfvirkni sem þar og ég gerir ráð fyrir að við förum bara vítt og breitt yfir sviðið og skoðum hvað við getum haft áhrif á. Ertu bjartsýnn á að þetta skili árangri? Við færum ekki í þess að vinna öðruvísi heldur en að við séum bjartsýnn á að við náum árangri í þessu. Kærar þakkir fyrir komuna, Finnbjörn Hermannsson. Takk. Þá út í heim, tengsl Kína og Rússlands hafa aldrei verið sterkari, sagði forseti Kína þegar hann tók á móti rússneskum starfsbróður sínum í dag. Skrifaði voru undir fjölmarga samninga og áframhaldandi samstarf skjalfest. Vladimir Putin, forseti Rússlands, fékk höfðinglegar móttökur hjá Xi Jinping, forseta Kína, þegar þeir hittust í Peking í morgun. Og þema heimsóknarinnar var áberandi í þeim ræðum sem þeir héldu. 关系定位不断提升，达到新时代全面战略协作伙伴关系的历史最高水平。 Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость. Til að efla þessi tengsl sem þeim var tíðrætt var skrifað undir framlengingu sáttmála vinsamlega samvinnu og einnig ýmis konar samstarfssamninga svo sem orku, viðskipti og menntun. En þessar myndir eru frá afhjúpun merkis síðastnefnda sáttmálans. Lokaathöfn dagsins var þegar þeir drukku te saman í Alþýðuhöllinni. Lítið virðist hafa náðst fram í viðræðum nýja gasleiðslu frá Síberíu til Kína. Í það minnsta sagði talsmaður rússneskra stjórnvalda að engin tímasetning lægi þar fyrir. Móttökurnar sem Putin fékk voru margt svipaðar þeim sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna fékk í síðustu viku. Fréttaskýrendur höfðu þó orð á að tónninn milli Xi og Putins hefði verið heldur hlýlegri en þegar Trump kom. Öllum var sama Grænland áður en Donald Trump komst til valda, sagði sérstakur erindreki Trumps í heimsókn sem hann bauð sér sjálfur í til Grænlands. Bæði stjórnvöld og almenningur voru heldur neikvæð gagnvart þessari heimsókn. Do you have a message from President Trump with you? Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can. Þetta sagði Jeff Landry þegar hann kom til Nuuk, höfuðstöðvar Grænlands, á sunnudaginn. Nú þegar heimsókninni lokið erfitt að sjá að honum hafi tekist þetta. Fundur hans med stjórnvöldum var sagður kurteis en þó í hörðum tón. Når man udser sig selv for at være herren, der skal sikre, at Grønland bliver overtaget af et andet land eller bliver en del af et andet land, så er det ligegyldigt, hvor du kommer fra, så er det komplet respektløst. Grønland er ikke til salg. Man kan ikke bare overtage et land, som er ejet af det grønlandske folk, som Grønland altid vil eje. Grænlenskur almenningur virtist ekki hrifinn af þessari heimsókn, frekar en öðrum tilburðum Bandaríkjamanna til að taka yfir Grænland. Jeg tænker, han er her som turist og ikke andet. Han har ikke nogen officiel invitation. Hvis du mødte ham her i byen en af dagene, hvad vil du så sige til ham? Jeg vil nok sige fuck off. Helt sikkert. Ja, han kunne bare blive hjemme. Altså, vi har det godt her. Så skal de ikke komme med deres sjove idéer og prøve at bilde os ind, at det her det ikke går godt. Og Landry var þegar leið á heimsóknina ekki eins vingjarnlegur eftir gaggrínar spurningar frá fréttamönnum og sagði Trump hafa komið Grænlandi á heimskortið. When's the last time that any high-level diplomats came to Greenland, whether it's from Europe or not,
before Donald Trump? But that's more about you. No, that's not, no. That's a question that Greenlanders should ask themselves. Who cares more about Greenlanders than the Trump administration and the president? Because seemingly before the president, no one cared. Það hefur viðrað vel á íbúa höfuðborgarsvæðisins í dag. Bæði börn og fullorðnir njóta veðurblíðuna núna á Klambratúni og þar sömuleiðis Ástrós Signíðardóttir fréttamaður. Já, það er mikill fjöldi hérna á Klambratúni að njóta veðurblíðunar og augljóst að margir hafa beðið óþreyjufullir eftir sumarveðrinu og nutu sín vel víða borgina í dag. Í Elliðaárdalnum skemmtu leikskólabörn sér og í Nautálsvíkinni fögnuðu ungmenni því að vorkprófunum væri lokið. Við erum í svona blakfótbolta. Við erum að sparka með bolta með fótnum ykkur og við erum að tana smá líka. Já. Og góða veðrið. Já. Nýta. Tana smá líka. Fá smá lit í kroppinu, skal ég meina. Fá sixpack í poppandi. Ekki? Ha? Jú. Hvernig finnst ykkur bara lífið á svona dögum? Frábært. Lífið verður bara betra. Ég finn bara D-vitamin inn í mér. Já, ég er bara frábært. Bara geggjað. Yndislegt, fallegt. Allt fallegt í Ísland. Bara æðislegt að koma út í sólina og vera í fótbolta. Já, mitt. Það er skemmtilega að búa á Íslandi þegar það er gott veður. Já. Hvað er það besta við Ísland á svona þegar það er gott veður? Það er held ég bara stemmingin. Það er allir svo glaðir. Ég myndi segja að það væri best. Það fara bara allir saman. Allir verða bara rosa glaðir. Sundhöll Reykjavíkur opnaði nýtt og endurbætt sólbaðsvæði í dag. Gestir geta nú sólað sig á 2 svölum. Áður þá var þessu skipt, var þetta kynjaskipt, karlar og konur sitt hvoru megin. Og þá mátti baða sig án sundfata, en því var svo breytt og nú tökum við öllum kynjum báðum megin og vöktum þetta með myndavélum þá og vonum að fólk bara geti komið og notið saman í sáttu samlyndi. Börnin sem léku sér í Elliðaárdalnum vissu hvað væri skemmtilegast við að leika úti í góða veðrinu. Bara að vera allur blautur. Og meðal þeirra sem eru að njóta blíðunar hér á Klambratúni er þessi hópur af unga fólkinu sem er að spila stórskemmtilega spil kubb. Er kubbur sumarspilið í ár? Ég myndi segja það sko, en ég held að kubbur sé líka bara alltaf sumarspilið. Og það er rosa gaman það er gott veður að fara út í kubb. Go to, bara að fara. Já, það var geggjað spil, elska þetta. Fyrsta skipti ég að spila þetta. Bara mjög gaman spil. Þú ert líka búin að vinna alltaf. Já, ég er líka geggjaður. Eru þið bjartsýn á að þetta sé sumarveðrið sem við eigum von á í ár? Ég held það. Ég ætla að vona að þetta Já, verði ég svona. vona það. Það verður mjög næs að geta fengið að vera bara út á peysunni og ballum og svona. Það verður mjög kósí. Bara geggjað sumar. Bara fingers crossed. Ég held það. Já. Og hvað ætlaði að gera meira skemmtilegt í sumar en að spila kubb? Helling. Ég ætli bústað sko. Já, bústaðir, útlandaferðir og útihátíðir og svona. Já. Bara kannski þegar sólin er að sína sig, bara út og fá sér nokkra bjóra. Já, bara út í leiki. Einmitt. Mæfa okkur í amerískum fótbolta líka. Já, því að. Hversu mikilvægt er það að nýta þessa dagar sem koma? Það er svo mikilvægt, maður veit ekki hvenær næstu rigning kemur. Akkurat. Þannig að drífa sig út og skemmta sér aðeins. Já. Njóta sólina. Já. Við tökum þið bara á orðinu og við kveðjum hérna frá Klambratúni og hvetjum bara alla landsmenn til að njóta sólarinnar meðan hún er. Tökum þeirri áskorun takk Ástrós Signíðardóttir. Og þá skulum við sjá hvað verður boðið upp á í Kastljósi kvöldsins. Stýrivextir voru hækkaðir í morgun. Hvað þýðir það fyrir efnahagslífið og veski landsmanna? Við rýnum í stöðuna.
Ræktað kjöt eða vistkjöt hefur verið að ryðja sér til rúms. But how long does it take to produce, let's say, a hamburger? It takes about 6-7 weeks. Saga íslenskar fatahönnunar í byrjun þessarar aldar var rifjuð upp á Hönnunarmars. Þannig að þú veist, það væri rosa gott eða væri meira svona í gangi. Að sé einhver að safna þessum heimildum, halda utan þetta. Og þá að veðri. Sól skein glatt í heiði á vestanverðu landinu í dag eins og við sáum hér rétt áðan og náðu hitatölur hæst í tæp 18 stig á suðvesturhorninu. Öllu þyngra var yfir austanverðu landinu og rigndi þar á köflum með hitatölum víða á bilinu 5 til 10 stig. Veður breytist lítið til morguns en breytingar verða þegar helgin gengur í garð. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum. Leikmenn Arsenal fögnuðu dátt og það gerðu stuðningsmenn félagsins líka allan heim þegar ljóst varð að Arsenal væri orðinn enskur meistari í fótbolta. Fyrsti meistaratitill Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í 22 ár. Hilmar Snær Örvarsson var lengi frábær skíðamaður með góðum árangri á alþjóðlegum mótum, meðal annars á 2 ólympíumótum fatlara. Nú var þó allur hans fókus á golfi og hann lenti í 4. sæti á sterku alþjóðlegu golfmótum helgina. Og svo sjáum við svipmyndir af óvenjulegu heimsmeistaramóti sem haldið var í Pólandi. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Héraðssaksóknari hefur hafið rannsókn á atviki sem varð í Reykjanesbæ þegar maður brenndist illa eftir afskipti lögreglu. Brunaáverkar mannsins voru það alvarlegir að hann var fluttur á spítala í Noregi. Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið hófst síðdegis þegar Alþingi kom saman á ný eftir hlé. Sótt var að forsætisráðherra eftir aðra stýrivaxtahækkun Seðlabankans í röð. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fundaði með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokksins í dag. Hún segir ótímabært að segja til samsetningu meirihluta en þó liggi ljóst fyrir að hún verði næsti borgarstjóri. Erindreki forseta Bandaríkjanna í málefnum Grænlands dvaldi þar í 3 daga til að afla vina og tengsla. Hann reyndist hvorki aufúsugestur hjá stjórnvöldum né almenningi. Veðrið hefur leikið við íbúa á suðvesturhorni landsins í dag og ljóst að margir hafa beðið spenntir eftir að komast út að leika í sumarblíðunni. Þessum fréttatíma er að ljúka, komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum í dag, verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Spurningastofan. Leikmenn, þjálfarar, sérfræðingar og sófasérfræðingar hita upp fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta í sumar með laufléttri en háalvarlegri spurningakeppni. Nýtt líf fyrir 10 pund. Breskir dramaþættir fjölskyldu sem flyst frá Bretlandi til Ástralíu í leita betra lífi. Svanasöngur Selínu. Norskir leiknir þættir frá 2025. Þættirnir gerast í upphafi þessarar aldar og fjalla 17 ára stelpu sem beitt einelti í skólanum. Leiðin á HM. Þættir þjóðirnar sem eigast við á HM karla í fótbolta. Miðstöðin. Siggi Gunnars stýrir lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.